Vaxandi áhugi á hlaupum og skokki á Suðurnesjum og fleiri tileinka sér þennan lífstíl og hressandi útiveru. Sjónvarpsfólk Víkurhetta kíkti í vikunni á hlaupabrautina við fótboltavöllinn í Keflavík sem af heimamönnum er kölluð vetrarbrautin. En þar mátti sjá fjölda fólks spretta úr spori. Á vetrarbrautinni var hlaupaæfing á vegum 3N, þríþróttadeildar Njarðvíkur og námskeið á vegum hlaupa Fitcamp, bæði fyrir byrjendur og aðeins lengra komna. Guðbjörg Jónsdóttir hefur stundað hlaup í mörg ár og er með að þjálfara hjá öllum hópunum. Já, nú erum við stödd hérna á hlaupaæfingu hjá 3N. Hvað ætlið að gera í dag? Æfing dagsins það eru uppbyttu 2 kilometrar. Það fórum við hérna út í bæ, fórum að Parísartorgi, að Hafnargötunni og komum svo niður skólaveginn. Það var uppbyttunin. Svo erum við að taka núna, við tökum sett 500, 1500, aðeins hraðara og svo aftur 1500 kilometrar og 500 metrar. Alltaf á milli höfum 500 rólega. Þannig að fyrsti hringur var hraður 500, hægur 500, 2 hringir, það er hver hringur hérna 500 metrar. Þannig að 2 hringir hratt og svo 1 hringur rólega, 3 hringir hratt, 1 rólega og svo aftur 3 hratt, 1 rólega, 2 hratt, 1 rólega og 1 hratt og 1 rólega. Svona hratt þannig að þú náir ekki að sprengja þig, bara svona fáir svona góða tilfinningu fyrir að þetta fara svolítið hraðar. Og veistu hvað þetta er mikið allt í allt? Ég er ekki búin að leggja saman, þetta er ekki bara, ég vil að hlaupa 7 til 11 kilometra. Þetta er ekki svolítið 7 til 11. Og nú er það að hlaupa hérna öll saman í hóp. Skiptir það miklu máli þegar fólk er að reyna að gera hlaupin svona að daglegri rútínu? Já, það skiptir gífurlega miklu máli að vera í hóp. Það hefur einhverja stafastund sem þú þarft að mæta og maður mætir miklu frekar þegar það er hópur. En auðvitað er gott líka að geta hlaupið einn og sumir vilja hlaupa einir. En ég segi fyrir mig, mér er gott að hlaupa einn en rosa mikilvægt að hafa þennan hóp. Og ég er búin að vera í þessum 3N hóp síðan 2011 og ég er næstum með það alveg á hreinu. Ég væri ekki að hlaupa, allavega ekki svona mikið ef ég væri ekki í þessum hóp. Því að maður fer alveg saman hvernig viðrar, maður bara klæðir sig eftir veðri. Þannig að þetta er bara ótrúlega gaman og líka hvatningi að vera í hópnum. Við erum á mismunandi stöðum, við getum öll gefið hvort öðru mjög mikið. Bæði hægari hlaupandir og líka hraðari. Þannig að við getum hjálpað þessu hraðari kannski að hægja á sér og þessu hægari fara kannski að auka hraðan. Þannig að við getum hjálpað stað með það. Þannig að það er bara ótrúlega gaman og mjög mikilvægt að vera í svona hóp. En hvað með veðrið? Nú eru sumir sem láta það stoppa sig frá því að fara út að hlaupa. Er einhver ástæða til þess? Nei, það er bara kollurinn. Við setjum afsakanir í kollinn og ég segi það ef afsökunum fjölgar í kollinum, veðrið eða það er eitthvað annað sem er að stoppa okkur, að þá þurfum við mest að halda að drífa okkur. Og maður klæðir sig bara til veðri. Það er allra að vera von og oft er veðrið verra þegar maður horfir út á gluggann heldur þegar maður kemur út. Og það er svo hressandi að vera úti, mann líður svo vel, fá súrefni í lungun og þetta er bara æðislegt. Alveg sama sem vont við, skiptir ekki máli. Skiptir engu máli. En geta allir náð tökum á hlaupi? Já, ég trúi því að allir getur hlaupið og liðið vel á meðan. Ég er búin að vera með byrjandi að hlaupa náttúrulega síðan 2007 og ég bara trúi því og ég veit að það geta allir hlaupið og liðið vel á meðan. Maður þarf bara að vinna í því að beita líkamanum rétt og passa að fara ekki á hratt. Og það er bara eitthvað sem maður þarf að þjálfa og ég segi það geta ekki allir hlaupið hratt en það geta allir hlaupið og liðið vel á meðan. Af þessu fólki sem ég er búin að vera með á hlaupanámskeið, svona 97–8% hafa getað hlaupið. Það er bara þannig að það geta allir hlaupið og liðið vel á meðan.